Björg Magnúsdóttir, Pétur Martinsson, velkomin. Takk fyrir. Byrjum á borgarstjóraleiknum. Verðlaunir sem þið fáið, eða verið þú borgarstjóri eða þú borgarstjóri, frú borgarstjóri. Það Cassia Pellegrino og það vöruúttekt í Jysk fyrir allt sem að fyrir sumarbústaðinn og pallinn og allt saman. Og svo megið klæða skrifstofuna nýju með A4 húsgögnum, þaðan, skrifstofuhúsgögn, geggjuð og svo að því að borgarsjóður stendur svo illa þá fáið auka krónur frá TM. En byrjum aðeins á byrjunni, Pétur, mér langar aðeins að bara fara strax í það sem að Einar Þorstson sagði hjá mér í síðasta þætti, að hann væri búinn að útiloka samstarfið Samfylkinguna og það væri bara full reynt. Hvernig bregstu við því svona á fyrstu metrónu þínum? Einmitt. Það búið að hafna þér. Það eiginlega lykilatriði í fyrstu metrónum. Ég eiginlega trú ekki að þetta sé niðurstaða hans. Hann var mjög staðfastur í þessu. Já, sko, ef Einar Þorsteinsson kemst inn í borgarstjórn, þá hlýtur hann að horfa til málefna sem náttúrulega eftir að kynna. Og ég alveg viss að þegar við bara förum að tala saman og munum hittast í einhverjum þáttum að hann mun breyta skoðun. En sko, samfylkingin samfylkingin og hann starfaði með samfylkingunni. Hann talaði það að það væri hefði bara verið vonlaust að koma málum í gegn. Þannig að hann með vonda reynslu að þessu samstarfi. Sko, einhver leit það eftir á skýring. Hann náttúrulega bara hans borgarstjóra ferill fór eins og hann fór og hann þarf náttúrulega að vera með einhverja skýringar af því. En lykilatriði náttúrulega bara samfylkingin breytt. Bara eins og í landsmálunum þá var Logi formaður einhver tíma og síðan verður Kristrún formaður og Logi að vinna með henni og það bara gengur vel og það vita allir að það risa munur á samfylkingunni með Kristrúnu eða Loga. Þannig að það skipti máli hver fyrirliði og hver í brúnni. Þannig að ég held að En hann brandur mögulega af Heiðu Björgu sem að núna í öðru sæti hjá okkur, starfandi borgarstjóri eða borgarstjóri í dag. Þannig að hann ekkert segið þetta í einhverju tómi. Nei, hann má náttúrulega bara ráða ef hann ákveður að fara inn í kosningarnar og búinn að útiloka eitthvað 2 mánuðum rúmi fyrir kosningar. Þá það bara hans mál. Það ekkert sem ég ætla ekki að koma grátandi til Einar, sko. En þú situr uppi með þetta að fólk svona treystir ekki samfylkingunni lengur. Það hefur efasemdir að hún ef hún ætlar að halda einhverju svona stefnu sem að fólk kannski orðið þreytt á einhverju leyti, þú finnur alveg þreytuna. Ég finn hann reyndar ekki, sko, en það miklu mikilvægara heldur í hvað Einari Þorsteinsinni finnst. Þá finnst mér að borgarstjórn bara yfir höfuð hafi tapað smá svona talsambandi og sambandi við borgarbúa og það ríkir ekki traust milli borgarstjórnar og borgarbúa og það eitthvað sem skiptir miklu meira máli. Ég hef eitthvað tíma núna til þess að vinna og við kannski öll sem erum í þessu að vinna aftur traust borgarbúa. Og svo verður allt næsta kjörtímabil að það gengur náttúrulega ekki að vera með stofnun, ég getum orðað þannig, vera með stofnun sem nýtur minnst fylgi meðal reyndar Íslendinga allra. Við erum bara neðst 13%, sem er bara skandall og það segir bara hvernig þetta samstarf innan borgarstjórnar hefur verið síðustu ár. Ég verði eiginlega að taka fram Reykjavík og ég held að flest upplifa það Reykjavík náttúrulega bara frábær borg. Á öllum mælikvörðum, bara lífsgæði í Reykjavík samanborði við eiginlega alla borgir í heimi, þá erum við bara í toppnum. Við erum frábær háskólaborg, íþróttaborg, menningaborg, listaborg. Við erum allstaðar mjög ofarlega. Það hins vegar verið borgin hefur tölu niður systematískt. En það kannski ekki ástæðulausu, kannski yfir til þín, af því að þú varst nú aðstofakona Einars Þorsteinssonar. Jú. Byrjum á því bara, til í að segja það sama á Einar og kveð upp með að þú getur ekki starfað með samfylkingunni eins og hann. Sko, ég held að þessi tímapunktur sé ekki tímapunktur til að útiloka ákveðna flokka. Við erum bara það snemma í ferlinu. Við erum öll eftir að sýna betur á spilin málefnalega og annað. Þannig ég mun ekki leika þann leik í þessu hlaðvarpi Þórhildur því miður. Þannig að þá fyrirsögn færðu ekki. En kannski einhver aðra.
En hefur sömu tilfinningu hann samt að það sé komin þreyta? Ég er áhugavert að heyra þetta, Pétur, af því ég heyrði þig nú tala svolítið breytingar í þínu prófkjöri. Ég skynja það. Ég hringdi 1000 símtöl í janúar í mínu prófkjöri og skynja það ofsalega sterkt að það er mjög mikið ákall breytingar. Eftir nákvæmlega hverju er kannski aðeins erfiðar að festa fingur á. Og þegar ég tala hér könnun frá Gallup bara mjög nýlega, traust til borgarstjórnar var 17% fyrir ári, það fer niður í 13 milli ára og það er auðvitað, þú veist, þinn flokkur sem við stjórn á þeim tíma. Það er þetta spurt alla borgarstjórn. Já, en þú veist, hver leiðir borgarstjórn, það er sjálfsögðu borgarstjóri og sá meiri hluti sem borgarstjórni fer fyrir og það er nú meiri hluti sem hefur að miklu leyti mist sitt umboð, bæði í prófkjörum og uppstillingu, þannig hvar nákvæmlega eftir hverju nákvæmlega er ákall kannski liggur ekki alveg fyrir núna en eitt vil ég þó segja þegar kemur að ef við ætlum bara að vinda okkur strax í meirihluta viðræðurnar það er rauninni tvennt sem ég myndi svona hafa í huga varðandi meirihluta viðræðurnar málefnin skipta auðvitað höfuðmáli. Hvaða málefni? Já, bara hvað ætlar þetta góða fólk sem nú býður sér fram, hvað ætlar það að gera? Hvað er það að leggja á borðið og setja í fókus? Er það traustsins vert? Er það með góða áætlun? Er það með fólk innan þeirra sem getur framkvæmt? Málefnin eru númer 1, 2 og 3, hitt myndi ég segja að væri fólkið. Treystur þessu fólki, treystur því að Heiða og Pétur geti unnið saman og svo framvegis. Þannig að þetta eru bara rosalega stórar spurningar og veigamiklar inn í það næsta tímabil sem við erum að fara inn í núna. Þannig kom léttur rýtingur hjá þér, hvort að Heiða og Pétur geti unnið saman og það var kannski það sem að Einar var að efast í síðasta þætti að þú kæmist kannski ekkert svo auðveldlega framhjá þessu valdi inn í samfélkingunni. Þú ert nýr, þú ert að glíma við alls konar inn í flokknum. Ég er nýr, ég hef nú ekki fundið fyrir að ég þurft að glíma við nokkuð skapaða hlut innan flokksins. Það er mikil stuðningur og ég verð að segja það að ég er nýr í pólitík og við erum það bæði. Og það að koma inn í samfélkinguna ég bjóst að yrðu kannski aðeins fleiri lokaði dyr eða einhverjir veggir og hindranir en mér hefur tekið gríðarlega vel alveg frá fyrstu stund það að einhverjir hafi áhyggjur af því að ég get ekki unnið með Heiðu að það verður eitthvað vandamál það er algjör drugl við erum búin að vinna mikið saman núna við erum í málefnavinnu okkar samstarf er bara mjög gott ég er nýr í brúnni ég er fyrirliði þessa hóps ég ber ábyrgðina á þessu og hún mun vinna með mér. En það er Pétur, þegar þú ferð inn í pólitíkina þá er það vegna þess að þú ert ósáttur. Þú ert ósáttur við, til dæmis þú ætlaðir að standa uppbyggingu lóða eða byggja íbúði fyrir ungt fólk og þú talar að það hafi verið pólitík og bara þvælukennd stjórnsýsla og kerfið þetta er það kerfi í rauninni sem að samfélkingin er búin að leiða og byggja upp. Og ég fer að stað til þess að breyta. En þá segi ég þá ertu í rauninni að segja samstarfsfólk þitt sem hefur starfað hjá borginni að það er ekki búið að standa sig. Já, þú ferð í byltingarhug inn í þetta. Já, ég fer að stað vegna þess að ég taldi að þyrfti breytingar innan samfélkingarinnar. Grunnstefna jafnaðamanna er góð stefna. Og það er stefna sem hefur búið til þessa borg sem við búum í og hefur búið til þessi lífsgæði. Þetta er einhverju allra besta borg og hún er miklu betri núna heldur þegar við vorum að alast upp í gamla daga. Já, allt hefur batnað, vonandi. Allt hefur batnað, en það gerist ekki það sjálfum sér. Það er þessi sýn og þessi stefna sem jafnaðarmenn hafa haft. Ég taldi að núna þyrfti breytingar. Mér finnst við hafa aðeins mist sjónar á boltanum. Það eru mörg mál. Hvaða pólitík var þetta? Hvaða þvæla var þetta sem að vann gegn þér til dæmis? Sem að þú getur þá leist úr hvað var meðan þú varst eða þegar þú ætlaðir að fara í þessa uppbyggingu en pólitíkin var að þvælast fyrir hvað var það? Það er flesti flokkar núna hef ég heyrt þó að málefni sé ekki komin á borðið þá hef ég heyrt tala að það þurfa að einfalda kerfið og þetta sé mikið flækjustig og það þurfa að segja satt og það þarf ekki að lofa upp í ermina á sér Í mínu tilfelli þá erum við í 5 ár með lóðarverkefni eða verkefni fyrir hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur og við teljum að við séum að komast inn í að fara að byggja og við erum í 5 ár með þetta
og lokum er borgarstjóri, meira að segja 2 borgarstjórar og ráðherrar búin að handseika það að þetta sé alltaf verið klárt, en svo verður þetta ekki klárt. Og hvar liggur Í þessu er bara kerfið... en kerfið er fólk. Já, kerfið er fólk, en kerfið þegar ríki og borg eru búin að ná niðurstöðu, þá annað kerfi innan kerfisins sem í Savia og einhvern veginn flæktist þetta, þannig að það varð ekkert úr þessu. Og er þetta þá einhverju fulltrúar í skipulagsráðum eða er þetta embættismenn? Nei, þetta var pólitískt mál og síðan kemur í Savia inn í þetta og einhvers stað þvælist þetta, þannig að þetta mál var bara stöðvað þegar Einar var borgarstjóri og hefur ekkert gerst í málinu síðan. Það þú lýstir einhverju skoðanagrein að Björg að borgin væri eins og meðvirkni sjúklingur, væri einhvern veginn bara í öllum málum að fástu við allt og það var eitthvað svona stjórnlindur meðvirkni sjúklingur. Getur við lýst þessu? Já, ég líka bara ég fer auðvitað þarna inn í borgarkerfið bara smá aðdraganda því ég hef auðvitað verið starfandi aðstoðarmaður borgarstjóra Hans Einar sem hefur nú verið títt nefndur í þá viðtalið sem stutt á veg komið. Ég fór hann inn til að gera gagn og ég bara þannig þengjandi að mér fannst bara sá málefnasamningur sem var á borðinu og viðri sluti af, ég bara vildi leggja eitthvað gott til. Þarna var ég sjálf að reka mig á hversu glötuðum staði leikskólakerfið í borginni og var svona að byrja að tjá mig það og fer hann inn með Einari og þeim meirihluta ætlaði að gera gagn og ég upplifði bara að það væri illa rekið skip. Mér fannst ekki og ég bara heyra eitthvað tala um eitthvað skýrslur og nefndir og kerfi og Ísafi og ríki og borg og þetta bara svona, hver á að skilja þetta? Í alvörunni talað. Það er ekki skýrt hver ber ábyrgðina, það er ekki alltaf skýrt hver að biðja verkefni og hver að biðja niðurstöðuna. Þú veist, borgarstjóri hleypur á stað með eitthvað verkefni, skrifar undir einhvern samning með einhverjum ráðherra sem vill fá góða að mynda sér, svo skiptur ríkisstjórn, svo skiptur ráðherra, svo skiptur hitt og þetta og ekkert gerist. Þetta er einn hluti af vandamálinu. Annar hluti af vandamálinu eins og ég sé það minnstakosti og við Viðreisn að þú veist, það bara, við erum einhvern veginn, þú veist, mörg ár, mörg kjörtímabil, það hefur verið svo sama stefna keyrð og Viðreisn auðvitað hluta því á einhverjum köflum, ekki núna samt. Það bara svona, fólk hefur kóðnað dálítið niður, farið í sætin sín og það hefur ekki verið vinnufrið, það búið að skipta margoft formenn í stærstu ráðum sem ég held að sé nú ekki á það bætandi að ætla að reyna að ná einhverju niðurstöðu alltaf að skipta formenn borgarráð, skipta borgarstjóra, skipta þetta, það bara ekki vinnufriður, það ekki hægt að fara í þessu verkefni og ég eiginlega smá af illri nauðsyn, þú veist, ef ég hefði farið inn í þetta ráðhús og upplegað að það væri bara allt í lukkunar velstandi, það hefði bara haldið áfram að gera það sem ég geri, sem bara verið að skrifa handrit og bækur og alls konar. Þannig mig langar, ég þrái eitthvað svona ferskleika og nýja sýn og getum farið upp úr svona leiðinda skotgröfum og farið einhvern veginn að setja fókus á það að við borgarfulltrúar sem við vonandi verðum eftir þessar kosningar, við eigum að hlusta fólk. Við eigum að hlusta Reykvíkinga og við eigum að vera í samtali við þau. Mér langar aðeins að því að þú nefnir þetta að borgin sé að þvælast í margum málum. Ertu þá að tala að hún sé ekki að taka á til dæmis bara svona basic málum, grunnþjónustunni, semst leikskólar og bara skólarnir almennt, að hún sé að þvælast í einhverju mannréttindamálum. Hvað áttu við þegar þú talar mörg mál? Mér svona mörguleiti þessar kosningar snúast að Reykjavík verði að ná tökum á grunnþjónustunni. Þetta er bara þessi grunnelement sem við þurfum í okkar dag þannig að hann gangi upp. Þú veist, þetta er sorpið, þetta eru ódýrar íbúðir, þetta eru leikskólamál, þetta er, þú veist, mér finnst, þetta er ekkert eitthvað ógeðslega sexy öll þessi mál og þau eiga ekkert að vera eitthvað, borgarfulltrúar eiga ekkert að vera að útbúa einhver sexy, skemmtileg mál hingað og þangað. Það var bara að passa að við, þú veist, völdum þessum verkefnum. Við komum inn á húsnæðismál áðan og hér er maður sem að þetta þjást fyrir kerfið og hefði viljað fá greiðari leiðir. Tölum aðeins það, ég meina, hvað getur borgin gert til þess að einfalda fólki að komast í ódýrari húsnæði? Ég meina, er þetta lóðaskortur, í hverju liggur þetta? Lóðaskortur eða takmarkað magn af lóðum sem fer út er klárlega einn angi af þessu. Annar angi af þessu eins og ég hef bara skynjað í samtölum við fólk sem actually að byggja eitthvað upp í þessari borg er það að Reykjavíkurborg hefur seilst heldur langt í að í deiluskipulagi, bæði það, það er líka bara þannig Þórhallur að áður en að verktaki getur þú veist komið inn með hamar á lóðuna, þá er búið að innheimta innviðagjöld, byggingaréttagjöld, lóðagjöld og annað,
Pétur þekki þetta eru glágætlega, en skiljið, það er bara, þú veist, þetta er bara kostar kannski bara 10 milljarða áður en þú getur einhvern veginn fara að grafa eina skóplu ofan í jörðina. Þetta er klárlega vandamál. Og lendir á íbúðaverðinu strax bara. Lendir á íbúðaverðinu, byttu fyrir. Annað vandamál er það að borgin setur það í skilmála að það sé mjög mikið byggt af stærri íbúðum, 4 til 5 herbergjum. Við sjáum það núna. Það eru ekki endilega íbúðir sem ákallir eftir. Við finnum það bara líka í okkar nærum hverju fjölskyldustærðir að breytast. Það önnur hver fjölskylda skilin og farin í sundur og þú veist bara unga fólki ætlar ekkit endilega öll að eignast börn og allt þetta, þannig við erum að sjá bara fram á, þú veist, það er miklu meiri vöntun á einstaklings- og stúdíóíbúðum heldur en 4 til 5 herbergja. En hvernig sér þetta fyrir þér? Finnst þér svo ætti að létta á verktökum þá, minnka þessi gjöld til þeirra, seinka því einhver tíma, hvernig sér það fyrir þér að einfalda þetta? Ég heyri ekki betur en að það sé samskipta vandi og einhvers konar eldveggur á milli verktaka sem eru að byggja sannarlega upp íbúðir í þessari borg og svo stjórnkerfisins í Reykjavík og mér fannst nú eiginlega Pétur fara ágætlega yfir þetta hvernig er einhvern veginn að átta sig á þessu, þú veist, átta sig á þessum pípumanna sem eiga að ganga smurðar og þetta heyri ég mun víðar. Þannig að þú fyrst og fremst að tala um að þetta er bara mannleg þvæla frekar en það að það þurfa að gera einhverju mikla breytingar. Sko, já, mannleg þvæla er ágætt orð bara yfir þetta, en það er líka bara þannig að sko, ég held að borgin sé of stjórnsöm. Ég held það, varandi þetta og mér finnst, þú veist, þegar ég er að tala um verktaka, einhvern veginn bara borgin byggir ekki neitt sjálf, hún útdeilir lóðum og svo er það verktaka sem byggja. Býtu, eigum við ekki að vera í betra samtal við þá sem ætla í alvöru talað að fara að byggja einn upp. Ef þeir að segja, þú veist, herru, þetta er of dýrt, fólk vill fleiri bílastæði, það er hitt og þetta sem vantar. Eigum við þá stöðugt að reyna að stjórnast í því og einhvern veginn bara lemja hausnum við stein, þú veist, nei, það, þú veist, við verðum að gera þetta eins og við segjum. Ég held bara að þau eru meira samtal. En það er nákvæmlega þetta sem samfélkingin hefur verið gagnrýnd að framan af þessi þéttingastefna svona fólk samþykkta hana. En nú virðist vera komin þessi óánægja og þetta hefur leitt til hækkandi húsnæðisverð og þessara flækjustiga sem að þú hefur upplifað. Hvernig sérðu bara á fyrstu metrunum þínum í embætti, gefum okkur að þú verið borgarstjóri, að þú viljir leysa þessi mál? Sko, það er margt. Ég tek undir með Björgu með að við höfum verið að byggja of stórar íbúðir. Sko, hver fermetri kostar og það ýtir undir hátt íbúðaverð. Ungt fólk á erfiðar með að komast inn á markað, fólk sem kannski á aðeins á ekki foreldra sem eiga pening eða erfiðar með að komast inn á markaðinn. Þetta þurfum við að leysa. Ég held við þurfum að taka upp þessi skipulög, aðeins snúa þeim við og fara aftur í svona lýðrannsóknir, bara hvernig er þróunin hjá okkur. Við erum að eldast sem í þjóð, við erum fleiri 1 íbúð eða 2 íbúð, það eru færri barnafjölskyldur, við höfum verið að fá innflytjendur inn, það er aðeins öðruvísi markaður núna. En hvað er að gerast í þessu húsnæði sem við erum þegar byrjuð að skipuleggja upp á Ártúns og Keldum og Urriðaholti? Hvað er það? Sko, núna, þetta er náttúrulega aðeins flókið, en sko vaxtastigið er þannig að það er mjög dýrt að byggja, þannig að sko uppbyggindur eru margir að bíða eftir að vaxtastigið breytist. Leið og það breytist, þá fyrir þetta alltaf stað. Já, en mæntanlega verður þið að breyta einhverju, þið verður einhvern veginn að endurhugsa hlutina. Já, absolutt. Það er kerfislægt vandamál að flækjustig er og mikið uppbyggindum og verktökum er að kvarta á tíma sem þetta tekur inn á borgarkerfisins. Hins vegar þegar það er búið að skipuleggja lóð og það er búið að afhenda lóðina, þá eru þeir bara sjálfir og ég gýrast allir upp þegar ég sé krana rísa og það eru einkaaðilar sem eru með peningana sína undir og eru að djöflast í þessu. Það er einn hluti af verkefninu að við þurfum náttúrulega markaðinn til þess að leysa ákveðina þörf. Þeir taka bölkið af íbúðunum og vonandi, þeir hugsa líka ef litlar íbúður seljast betur, þá byggjum við litlar íbúður. Þeir eru með peningana sem undir. En þeir eru samt búin að fjárfesta í svo miklu af því að borgin byrjar í rauninni á mjög dýrum stað með öllum gjöldum og stífum kröfum. Þannig að er það eitthvað sem þið viljið fara að hreinsa úr kerfinu? Það þarf að skoða það verulega vel, hvort það sé og hvernig þetta einfalda kerfið þegar það er búið að skipuleggja. Það er náttúrulega auðvitað fer í íbúðaverðið öll þessi gjöld sem það er að borga áður en aðilinn byrjar með skófluna sko. Þetta er að skoða, það er á móti dálítið dýrt að
byggja nýtt hverfi, þú veist, það þarf alla innviðina, það þarf skóla og leikskóla, við höfum þetta gert mistök, það hafa verið byggð hverfi á þess að þessi nokkuð þjónusta og það náttúrulega eitt þarna hagkvæmt húsnæði upp í Gufunesi, það sem byggt hagkvæmt húsnæði, það sem fólk getur gera kleift að vera ekki á bíl, það gleymdist eitt svona þáttur í því að vera með almenningssamgöngur. Já, annað hverfi Vogabyggðin, Pétur, það ekki komin skólinn, leikskólinn, nokkuð annað. Mér finnst fáránlegt að það sé búið að innheimta marga milljarða af uppbyggingaraðalum sem á að fara í eitthvað sem heitir innviðagjöld og það í mínum bókum eru innviðir en það var sett eitthvað þarna smá gras og tyrt og annað en þú veist, þetta bara galið og að því þú ert að tala þessar litlu íbúður versus stórar íbúður, mér skilst það sé þannig, ég nú ekki, það bara sannreina það sjálf, mér skilst það sé þannig að borgin getur bara breytt hlutföllum bara á morgun og sagt bara herðu, við ætlum að hætta með þessa draumsýnum það að við þurfum 30% íbúð og séu 4-5 herbergi íbúður og prófum bara að fara bara og setja meiri fókus á smærri íbúðunar. Ég held að það getur bara gerst á morgun. En veistu hverju ég hef áhyggjur af? Ég hef raunverulega, að við erum að tala um kerfi og magn og krana og við fílum það, bara frábært og gott mál. Vandamáli í þessu að unga fólkið að fara. Og þetta finnst mér bara svona, þetta svíður svo, ég tala við svo marga mömmur og pappa, en veistu hvað? En veistu hvað? Þau að fara í Árborg, þau að fara í Þorlákshöfn, þau að fara í Voga og þau að fara úr Reykjavík. Einn mælikvarði á góða borg það, vill unga fólki vera hérna, vill unga fólki setjast hérna að, eignast börn, búa til sín fyrirtæki, verða góðir útsvarsgreiðendur og hafa þetta bara æðislega borg. Við erum að missa þetta og þá ég að tala um Reykjavík. Ég sammálaður vegna þess að þetta stærsta áhyggjefnið og þá hljótum við að spyrja því að því að við erum að tala um við þurfum að breyta einhverjum reglum og öðru slíku en við erum samt að horfa upp á stór landsvæði sem að byggjast upp núna samkvæmt einhverju skipulagi sem að var ákveðið fyrir nokkur síðan. Hvernig getið þið gripið inn í þetta vegna þess að ætlið að beita áhrifum ykkar sem að verða komin í ljós eftir 10, 15, 20 ár þegar allt og seint eða getið þið bremsað eitthvað að núna sjáu þið það fyrir? Ég tek undir með að þú veist, það núna hægt að bara taka skipulega og segja, þessar íbúður sem ekki byggðar, við þurfum að minnka íbúðurnar þannig að fólk komist inn við erum alltaf með óhagkvæmt óhagnaðardrifin húsnæðisfélög sem að byggja eins og Bjarg og Bríet og Blær og þessi félög, þau eru bara mjög mikilvæg inn í þetta líka og svo eru þessi forkaupsréttir með félagsbústaði eru bara mjög mikilvæg líka. Veist, margt gott en það þarf að breyta. Það þarf að hrista upp í svo, við verðum að þora að breyta. Man hefur fundist stefnan í borginni verið einhvern veginn, við erum með stefnu og það má ekki breyta stefnunni. Við erum að bjóða okkur fram núna í fyrsta skipti til þess að breyta. Og ég sammála því að þegar á einhverjum tíma að við erum að missa ungt fólk sem hefur ekki trú á því að getur ekki verið hérna í borgin okkar, en á sama tíma náttúrulega fólksfjölgun, það meiri fólksfjölgun í Reykjavík heldur en hefur verið í langan tíma, við erum með 2% aukningu eða fólksfjölgun á ári, fram til í fyrra eða hittifyrra þá hefur verið meiri uppbygging, húsnæðisuppbygging heldur bara nokkuð tíman áður, þannig að við erum líka á þeim stað að við erum með háa vexti að bæði einkaaðilar og hið opinbera ekki geta sinnt þessum biðlistum sem eru að myndast. Það var kannski myndast svona aðstæður þar sem í Kópavogi eða Árborg eða einhvers staðar eru nýjar byggingar og þá fer fólk fer bara það sem húsnæði og við verðum að passa upp á það að við séum með húsnæði fyrir öll og við verðum bara aldrei gleyma þeim sem kannski hafa það verst í samfélaginu, eru svona aðeins á jaðrinum að þau fái líka... Má ég fá tækifæri til að svara þessari spurningu? Nei, ég hef ekki þolinmæði til að bíða í 10-15 ár, bara sorry, ég bara, við verðum að taka í handbremsuna í dag varðandi alls konar mál. Það ekkert í lagi að segja bara já, herðu, við getum næst hérna pælt í þessu eftir 20 ára eitthvað svona, nei, það bara ekki þannig og ég held að þú veist, borgarfulltrúar eigi að vera bara aktífir í þessum hugsunarhætti, bara herðu, hver staðan, allt brjálað, við þurfum að bregðast við, ekki eftir 10 ár. Við erum bara kosin til 4 ára, ég ætla bara að nota þann tíma mjög vel, En bara frábært, en hvernig ætlar að vaða inn? Þetta nefndu bara helsta sem þú getur vaðið inn í og þannig við finnum, ég meina, þessi spurning á við eiginlega öll máli, hvar þetta að grípa inn í eða hvernig getum við breytt bara það við erum að sjá til dæmis að stefna samfélkingarna sem að
var að mörgu leyti mjög jákvæð eins og með að hjólastígar og betri aðstæður fyrir gangandi vegfarendur að þetta allt í einu orðnar andstæður, fólk eru reitt, það fyrir að þrengja að þeim og svona skapa einhver óþægindi. Hvernig hægt að skapa meiri sátt í borginni með hún að gangi gegnum þessar umbreytingar, eins og með húsnæði, eins og með umferð, eins og með borgarlínu eða samgöngur, hvernig hægt að láta okkur sætt okkur við umbreytinguna en ekki að skapa þessi átök? Mér finnst samgöngusáttmáli og samgöngumálin vera dálítið gott dæmi þetta. Þetta eitthvað svona, fólki svona algjörlega stilt upp eins og þetta sé eitthvað 2 gjörólík trúarbrögð, bara ætlar að fara bíl, ætlar að taka strætó, hvað ætlar að gera? Og má ég samt nýta eitt inn í þetta varandi það, ég segveði bara inn í borgarlínuna, það bara fínt. En sko, ég var að tala við svo marga í janúar í mínu prófkjöri, það rosalega margir Reykvíkingar sem hafa ekki hugmynd hvað borgarlína og samgöngusáttmáli bara er þetta léttlestir, er þetta hvað, fólk bara á mjög erfitt með að sjá fyrir sér hvað þetta Svo fer maður eitthvað svona meirinn í spjallu, ég ætla ekki að þykjast vera eitthvað dítilegar sérfræðingur í þessu, en það eru samt, þú ferð inn í samtali við fólk, þau lýsir sig andstæðinga, borgarlínu og eitthvað svona, það maður svona, ok, af hverju og hvað það og þú veist, fílar á að börnin geti kannski, þú veist, komist hratt og örgla á milli staða og viltu, þú veist, gera okkur kleift að svona vera ekki alltaf bundin við bílinn, fólk alveg, já, auðvitað, já, ok, þú veist, þannig ég held að þetta sé líka bara eitthvað svona, við getum ekki verið í svona skotgröfum með þetta einhvern veginn alltaf. En pólitíkin hefur skapað þetta. Já, ég veit það, en svo, þú veist, eins og bara mitt líf, ok, þú veist, við höfum 2 bíla og bara elska þá og allt góð með það. Ég tek bara oft strætó, ég að fara að kaupa mér rafmagnskjól og ég labba bara líka, mér finnst það bara svona, ég bara í öllum bóksum. Þannig að þú ert í átökum við sjálfa þig? Nei, ég ekkert í átökum, það bara stundum hendar mér ofsalega vel að gera þetta og ég vil bara hafa góða valkosti, sterka valkosti, þannig að þetta kosti ekki handlegg og allt slíkt. Þannig, en þetta ekki veikleikaðin ykkur kannski að þið hafið ekki náð að skapa sátt einmitt ákveðna hugmyndafræði og þess vegna hafið þið svona mist klefan bara? Já. Takk fyrir það. Það komið nýtt þjálfari. Ég skildi þetta sko, ég bara nefndi á hann að þú veist þetta talsamband og hlusta á fólk og að tala við fólk held ég að hafi bara klikkað á síðustu 4 árum. Við höfum verið með einhverja stefnu og við ætlum bara þangað og okkur bara virðust vera drullu sama hvað fólki finnst. Þetta þarf bara, þú veist, traust borgarbúa þarf að vinnast tilbaka. Þetta hluti af því. Þegar sko ríki og öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu í langan tíma ákveða að fara í samgöngusáttmála vegna þess að þetta besta leiðin og þetta besta leiðin fyrir bílinn og þetta besta leiðin fyrir alla að komast til og frá vinnu eða hvert sem og það búið að taka hann upp og það búið að gera nýjan samning og það eru öll sveitafélögin og ríki og það sama hvaða flokkar eru þá þetta rétta leiðin. En við höfum einhvers staðar klikkað. Bara borgarstjórnin verður ekki náða að tala nú skýrt hvað þetta og ég saman að Björgu, það fullt af fólki sem segir bara hvað þessi borgarlína, þetta lest eða hvað þetta upplifun núna bara að þetta mun þrengja einkabílum en það sem þetta mun gera þetta mun opna fyrir einkabíl ef fleiri mun taka almenningssamgöngur sem við vonum að verði það er kannski að þetta 12-15 ára verkefni það er kannski þetta ástand meðan breytingarnar því líka sko það óþólandi sko ég vil koma á grund þegar þetta byrjar að ganga sko ég er ekkert alveg ána með það sko nei, núna eru sko þetta sé sko fyrsti áfangi sem mun skipta verulega máli sé 2031 mér finnst það bara allt og það er nýja kostningar en sko í millitíðinni eru náttúrulega sko þessar sér akrinnar sem að vera fyrir borgarlínuna. Það eru verða komnar í gagnið fyrir en nú komum fram tillögur einmitt á fyrir borgarstjórn í síðustu viku að endurskoða sáttmálum og setja jafnvel miklu braut í forgang og eitthvað slíkt og því var hafnað meirihlutanum sem að þú ert í er það á þessum moment sem þú hefur viljað grípa inn í og sagt bara heiða hefur ekki aðeins að vera bara partur af þessari óánægju eða er þetta svo mikið pólitík að þetta er alltaf í þessum meðamóti Við verðum nú að hafa ykkur staminu líka þegar sko okkar helstu sérfræðingar sem hafa verið að skipuleggja og búa til ykkur umferðamódel og þetta er niðurstaðan sem er búið að taka fyrir áratug En er ekki traustvikjandi að endurskoða alla hluti? Jú, það sko, við getum endurskoða allt endalaust Þú veist, þá verður ekki neitt að neinu
Landspítalinn En var hagsmunir býsna oft- borgar- En það er samt, ég verð að fá að nefna eitt með samgöngusáttmálana því að það er auðvitað hellingur staðrendum í því máli sem að er ekkit endilega alltaf haldið til haga. Staðrendin er svo að ríki greiðir 87% af þessu og þetta er auðvitað samkomulag milli allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins og inn í þessu samgöngusáttmálanum eru helstu framkvæmdir sem þarf að fara í umferðinni í Reykjavíkurborg fyrir einkabílinn líka. Málið er bara það að viðhaldi á gatnakerfi Reykjavíkurborgar hefur ekkert verið sinnt sem skildi. Þetta er vissulega allt inn í sáttmálunum en þú veist, okkur lengir auðvitað alveg hræðilega eftir þessum góðu, sterku Þannig að við ætlum ekki að gera neitt meðan þar til kemur bara að framkvæmdanum. Ertu að segja að við séum ekki að sinna almennilegu viðhaldi? Sko, það sem að, þú veist, mér finnst ógeðslega erfitt sem eitthvað stjórnmálumar sem bara, hey guys, þetta er bara, þú veist, borgarlína byrjar að renna hérna eftir, þú veist, 20 ár, bara slakið bara á svona, þú veist, aftur, þolinmæði, nei, ég hef ekki þolinmæði þá, það er bara rosalega erfitt líka að lofa einhverju sem þú hérna hefur ekki fulla stjórn á og allt svoleiðis, þú veist, ég hef áhyggjur af, og mér finnst að vera mitt hlutverk að hafa áhyggjur af sko deginum í dag og næsta hausti, hvernig verður veturinn og svo framvegis. Eiga Reykvíkingar auðvelt með að komast á milli staða, eru þeir glaðir, er stemning í borginni, erum við að gera allt sem við getum og þar má fara í miklu dýpri pælingar umferðarflæði, þetta er uppáhalds orðin sko. En ég skil ekki þessi fræði til hlítar, en það er hægt að gera helling í stað þess að segja bara, herru, borgarlínan kemur. Mér finnst það líka alltaf svolítið hallarist til nálgun og sért alltaf, það sé eina sem getur gerst hér til að bæta flæðið. Það er kannski það að þetta skilum við kannski ekki af hverju ættum við að rífast borgarlínu akkurat fyrir þessa kosningar. Við erum kannski meira að setja þetta upp. Ætlum við að vera að takast á þetta eða ætlum við að samþykja að fólk eigi einkabíl eða fólk sé á hjóli bara þar til að eitthvað gerist í þessu málum. Þið þurfið einhvern veginn að sætta alla þessa hópa og það er kannski dálítið stórt verkefni fyrir Samfylking að gera það. Men það er skiljanlegt að þetta verði mál í kosningunum, þetta er eitt af þessu svona, daglega líf fólks, þegar bara fólk situr í umferðaröngþveiti og býður Samfylkinguna og vonandi að hlusta á eitthvað gott podcast Já, það er enda. Nei, þú ert bara 40 mínútur bara að fara eitthvað, nokkur hundur metra og það er bara hundleiðilegt og þá bara horfir til ráðhússins og hugsa bara hvaða apaheilar eru þetta, eðlilega og sama bara ef ruslið er ekki tekið þá ertu bara hvað er fólki í ráðhúsinu að gera og þetta er daglegt líf fólks og ef við erum ekki með í pólitíkinu okkar, daglegt líf fólks í forgrunni, þá erum við að gera eitthvað rangt. Það að taka upp samgöngusáttmálan held ég að sé mjög rangt. En hvort þess að gera eitthvað í millitíðinni að sjálfsögðu. Alveg eins og við að taka ruslið og moka snjóin og þrífa göturnar, passa upp á mengun og allt þetta. Við gerum það. Þetta er daglegt líf fólks og það verður okkar aðalatrið í pólitíkinni. Á að vera það. Að því að þú komst þarna sár og reiður inn í pólitíkina að því að borgin hafi brotið á þér þá komum við líka að þér með börnin þín, þú varst mjög ósvott varandi leikskólamálin og ertu sáttari núna eftir nýjar tillögur? Sko, Reykjavíkurleiðin eins og hún var kynnt núna í borgarstjórn fyrir 3 vikum, það er mun skárra plagg en við sáum í haust. Það sem mér hugnast svo illa í þessari leið sem núna var samþykkt í borgarstjórn af sitjandi meirhluta er það að þetta er ekki að hjálpa fólki sem vill vera á vinnumarkaði í fullu starfi. Þú veist, eru ókeypis tímar þangað til hádegi á föstudegi, þá kostar þetta hvítun á augunum að vera með barn á leikskóla. Mér finnst þetta pínu bara hafa gleymst að velta fyrir sér, býtu, vinnandi foreldrar og hinn almenni vinnumarkaður, er fólk kannski að vinna eftir hádegi á föstudegi? Mér finnst það svolítið sniðið að kannski opinbera kerfinu og þeim sem er í styttingu og annað, þannig mér finnst það svona vinnuletjandi og mér finnst bara ágætt þegar að tala þennan málflokk að muna það alltaf að leikskólakerfi í Reykjavík því er komið á laggirnar til þess að mæður geti farið að vinna. Það var ekkert alltaf svo og það var þannig að þú gast verið með barnið 12 dag og ég hef verið að spjalla við eldri kynslóður þetta var kallað foreldraralli þarna þegar þú varst bara með til hádegi svo varst að drífa þig og eitthvað svona, ég bara skil ekki af hverju leiðin er og lausnin er alltaf svo að skerða þjónustuna, setja meiri pressu á vinnandi foreldra í staðis einhvern veginn bara að gefa frekar í og vera hvar getur við stutt þig kæri Reykvíkingur betur? Þannig að þú í raunni styður grunninn í þessari Reykjavíkurleið en viltu bæta við hana? Ég skil
Þórhallur, ég skil það að nú Reykjavík að missa starfsfólk yfir í hin sveitafélagina því þau sjá bara, herðu, ok, ég þarf að vinna 36 tíma í Kópavogi en ég þarf að vinna 40 tíma í Reykjavík fyrir sampenning. Ég fer yfir til Kópavogs. Ég skil það og þú þarft að bregðast eitthvað nefn við því. En ég segi bara aftur þetta, mér finnst að þau ert með svona letjandi, eða þú veist, það bara letjandi að vera á vinnumarkaði. Þá það bara þannig að þú veist, fólk bara í meira stressi og það líka bara rosalega margt annað í þessari leikskóla. En þið finnst eins og það hafi þau bara verið að bregðast við þessari, hvað segja, samkeppnishæfni varandi það að halda starfsmönnum. Það hefur bara komið fram bókstaflega. En ekki hugsað út frá betri þjónustu við foreldra og fjölskyldur. Já. Það bara þannig? Það í grófum dráttum þannig og ég hef verið að kalla eftir því líka að foreldrar séu meira hafðir með í ráðum af því að þú veist þetta og það var svo sem kallað eftir aðkomi þeirra og svona ég veit bara mjög margir tjáðu sig þetta og þetta bara rosalega stórt hagsmunamál hjá fjölskyldum í borginni. Þannig að mér finnst ég myndi vilja hafa þjónustuna þannig að þú værir ekki í einhverju algjöru stressi að sækja barnið þitt og þyrftir einhvern veginn spara við í leikskólatíman og klára vinnudaginn heima í tölvunni og barnið að horfa og eitthvað svona. Þetta ekki til að létta byrðarnar og við eigum að vera að hugsa það hvernig við getum auðvelda fólki lífið og mér finnst þetta svo tillaga sem var samþykkt ekki endilega að öllu leyti þar. Og það kannski þetta sko, að því að þetta snýr alltaf húsnæðismálum, umferðarmálum, síðan börnunum okkar, að við erum alltaf að finna eitthvað svona vandræðastig, þar sem að þjónustan ekki nægilega góð og þarna koma leikskólinn, þegar að búið að skutla börnunum í gegnum umferðina úr skuldsetta húsnæðinu sínu, þá ekki alveg víst að þú fáið þá þjónustu þú vilt. Sko, hvernig þetta að finna einhvern veginn lausnina til að bara hugsa þess að þjónustu bara fullkomna. Sérðu það sjálfur? Þessi Reykjavíkurleið sem mér finnst eitthvað svona útspil eftir að útspil þegar önnur sveitafélög komið með eitthvað Kópavogs eða Kópavogsmódel og Hafnarfjarðarmódel og Reykjavík bara var langsíðast á vagni, það bara 3 vikur síðan og vissulega svo leið miklu betri, hún fjárhagslega miklu betri fyrir foreldra og hún miðar að börnum fjárhagslega betri fyrir foreldra Reykjavíkurleiðin en hvað með þess að dýru tíma eftir hádegi á föstudögum? Fyrsta lagi 36 tímar eru ókeypis fyrir börnin en svo kostar eitthvað það sem umfram það og það einstæðu foreldrar eru að borga minna fólk í tekjulægsta hópnum að borga minna en þetta bara einn hluti af þessu. En það líka búið að hækka skráningardagana, þetta ekkert að koma betur fjárhagslega út og ég held að enginn hafi verið að kalla eftir að þjónustan ódýrari, þjónustan því betri. Ég segja Reykjavík kemur mjög seint á hana vagn og einhvern veginn að elta Kópavogsleiðis, þetta mjög svipað en betra heldur en hin sveitafélögin. Það ódýrara fyrir flest fólk. Það bara, þú getur skoðað bara munin á þessu. En þetta svona einhver panikaðgerð. Já, mér finnst það og aftur, ekkert samtal, hugsaði bara Reykjavíkurborg að fá allar leikskólakennara upp á móti sér, að fá foreldra upp á móti sér og það ekkert samtal. Ég ekki takið á mig, þetta bara verið svona á þessu kjörtímabili og þessu þarf að breyta. Þetta eins og bara einn hluti af þessu, meðan þú veist, stór hluti eða einhver hluti leikskóla stendur bara miklaður. Og það mannekla og foreldrar þurfa að sækja börni sín fyrr eða bara get ekki verið með í leikskóla þá skiptir þessi Reykjavíkurleið engu máli þú veist, aftur bara daglegt líf. En ert þú að segja að þú myndi vilja endurskoða núna Reykjavíkurleiðina sem var samþykkt daginn? Ég var alveg til í að skoða endurskoða Reykjavíkurleiðina. Ok, það finnst mér tíðindi. Og líka skoða þetta bara heildstætt. Það eru náttúrulega nokkrir hagsmunaaðilar. Það eru leikskólakennarar og það eru aðri starfsmenn leikskólana og það eru foreldrar og það ekki síðust börnin sem þetta náttúrulega fyrsta skólastíð, þetta bara mjög mikilvægt. Ekki síst núna þegar við erum orðin aðeins svona fjölbreyttara land og kannski fullt af krökkum sem ekki með íslensku móðumáli, þá þetta leiðin til þess að kenna börnum að tungumálið. Og síðan atvinnurekendur. Þetta eru nokkrir hagsmunaaðilar, það ekkert endilega víst að við fáum lausn sem allir verði húrrandi hánæði með, en við eigum að reyna að finna lausn sem best fyrir þeirra alla þess aðila. En við verðum að tala ólík rekstrarform líka. Já. Og það að fá fyrirtæki og fyrirtækjaleikskóla og fleiri kannski inn í þetta og jafnvel að skapa bara grundvöll fyrir því að einhverjir vilji hefja rekstur með einhverju hugmyndafræði kennslu. Ertu opin fyrir því? Já. Að hvaða leyti? Einhver mörk þar?
Já, klárlega. Ok. Til dæmis ef við skoðum eitt dæmi, nú opnaði Arion banki daggæslu, þú veist, hérna í útibúinu sínu, eða höfuðstöðvunum sínum í Borgartúni. Það var bara hugmynd frá bankastjórum, hann á 4 börn sjálfur og bara þekki þetta ágætlega. Sér það líka bara, og þú veist, þú færð starfsfólki ekki aftur til vinnu, af því það allir bara, þú veist, minn var nánast 3 ára þegar hann fekk leikskólapláss, sko, þrátt fyrir það sem borgin alltaf að segja að inntökualdurinn sé mun Við fylgdust með raunasöguðinni á samfélagsmiðlum. Ok, ég skal ekki Nei, en ég man eftir þessu. Nei, þetta var áhugaverð. En ég ætla bara að fá að segja þetta með, þetta úrræði, sem sagt, eða þetta bara, Arion banki kemur daggæslunni á fót í Borgartúni. Gríðarleg ánægja með þetta. 2 starfsmenn ráðuneyti starfa sem voru búin að gefast upp á leikskólakerfinu í Reykjavík. Vildi ekki vinna á leikskólum í Reykjavík, voru alveg til í, já, kannski er bara húsnæði tryggt og kannski myglar ekki þessi loftstokkur á mig og kannski er þetta bara næs innivist. Þannig að það voru ráðnir bara eitthvað svona framúrskarandi starfsfólk. Foreldrarnir komast úr fæðingarorlofi, þau sem vilja vinna, þau fara með barnið sitt á sama stað og geta kíkt á litla snúð í hádeginu og hvað það nú er. Og þarft ekki að fara Þetta hljómar er svo útópía. Nei, ég meina, ég sé ekki, og hvað gerist? Ég reikna með að Arion banki sé með ógeðslega gott mötuneyti og borgi kannski aðeins við taxta. Og er það svo hræðilegt? Mér finnst það í alvörun ekki. Það eru ólík rekstrarform í borginni, mér heyrist nú að samfylkingafólk elski hjallastefnuna, það eru þetta annað rekstrarform en þetta þú veist, alveg Reykjavíkur, sko, pjúra Reykjavíkuleiðin. FS, Félagsstofnun stúdenta með mjög farsæla leikskóla sem ég þekki nú bara ágætlega, þekki leikskólastjóra þar og ég var að segja henni, herri Sigga, eru þið í mönnunarvandræðum? Nei, ég er búin að leikskólastjóra í 17 ár, aldrei mönnunarvandræði og bara út af hverju eru þið ekki í mönnunarvandræðum en það eru mönnunarvandræði, eitthvað þegar við heyrum þetta, kvartaðum þetta allstaðar. Það er bara, þú veist, fáum meira svigrúm, fáum að svona gera þetta aðeins eftir okkar höfði, hvað hendar hér, breytum aðeins vaktaplanu hér, gerum þetta svona eins og okkur hendar. Þannig að þú veist, en ég er ekki að segja að þetta sé, þú veist, þetta er auðvitað líka bara ólíkt eftir leikskólum, bara hvernig er stjórnunin, hvernig er stemningin og annað, en mér finnst bara, þú veist, augljóslega sá meirihluti sem er núna með verkefni í fanginu ræður ekki við það, þú veist, við sjáum bara dæmi þess úr öllum áttum og samfylkingin hefur auðvitað verið með leikskólamál núna í 3 kjörtímabil. Flokkur fólksins, reyndar. Flokkur fólksins? Nei, ég er að tala bara Skúli og veist, allt þetta. Samfylkingin hefur verið með þetta í fanginu, veldur ekki verkefninu, þannig að ég sé ekki í hvaða stöðu borgin er til að meina einkaaðilum sem vilja leggja hönd á plóg. Sko, er þetta eitthvað sem þið langar að breyta? Það er alveg staðreynd að samfylkingin hefur kannski ekkit verið mjög ginnkeypt fyrir einhverjum svona öðrum rekstrarformum þegar það allavega kom upp með Alvotech og fleiri. Hvar? En Arion banki er með þetta ekki? Jú, með daggæslu, ekki leikskóla. En það er bara að þeir eru frumkvæði, þeir þurft ekki að fá leyfi beint frá... Já, þegar það er daggæsla, en leikskóli er aðeins annað og ég ætla bara að fá að taka það fram í allir í þessari umræðu. Þetta er náttúrulega bara, menntastofnanir fyrir börn, það er mjög gott eftirlit hjá borginni, það þurftu auðvitað að vera bara mjög skýrt ef við erum að breyta eitthvað rekstraformunum. Þetta er ekki starfsemi sem á að taka út arð, þú þarft að láta bara peningana og það má ekki vera þannig að ef einhver vinnustaður vill gera þetta að missi foreldri vinnu eða hætta að vinna þar þá á barnið á hættu að vera hent út af skólanum, þegar þetta tryggja þetta í samningum og ég held að þurfa að fara rosalega grúndikt yfir það. En segðu mér, þú veist, ertu til í að opna á þetta vegna þess að þetta er kannski eitthvað sem að mögulega út frá samstarfinu við milli flokkana eins og eru núna sem þetta hefur ekki haft löngurinn, en hvað með þig bara? Sko, mér finnst rekstraformið kannski ekki aðalatriði og bara tökum aftur bara þess að hagsmunaaðila, það eru börnin kannski, við verðum að setja þau í fyrsta sæti og síðan er alltaf foreldrarnir og þau geti unnið og þetta er líka jafnunarmál að konu geti verið að vinnumarkað og oftast eru þau sem eru heima með börnin þannig að rekstraformið er ekki aðalmáli. Mér finnst bara að sveitafélag og Reykjavíkurborg eigi að vera í forgrunni að veita alla þá þjónustu sem þarf á þessu stigi. Mér finnst ekki að þurfa einhver fyrirtæki og það er ekki optimal rekstraform að fyrirtæki. Þú veist, það er alls konar flækjusti í því. Þú veist, bara og þetta er af illri nauðsyn kannski sem þetta sprettur. Ég myndi segja það. Þú veist, en sko, mér finnst þetta illri nauðsyn. Annað er kannski sjálfstætt starfandi leikskóla. Við höfum ákveðna reynslu af því og það eru margir með einhverja hugmyndafræði og foreldrar geta valið en það verður náttúrulega, þú veist, fólki í hverfinu verður að hafa
forgang að komast inn. Þannig í grunninn ég ekki á móti rekstraforminu sem slíku ef við getum ekki sinnt þessu. Mér finnst bara fáránlegt að við sinnum þessu ekki. En við sinnum þessu klárlega ekki og ekki vel, en þú veist, þá þarf þú líka að svara því bara hvað ætlar að gera þannig að það sé hægt að sinna leikskólamálum í borginni ágætlega. Það búið að vera á dagskrá núna fyrir nokkra síðustu kosningar en ekkert gengur né rekur. Og það eru, hvað viltu gera? Ég vil að Reykjavíkurborg, höfuðborgin okkar, bjóði upp á leikskólaúrræði í öllum hverfum fyrir öll börn og alla foreldra. En það gerist ekki á einu kjörtímabili? Nei, já. Er það? Ég meina með að við hvernig bara húsnæðisstaðan hvernig hérna... Það náttúrulega bara, það eru leikskólar í byggingu, þú veist, það að fækka börnum. Það leysir þetta. Unga fólki fer bara í önnur sveitafélög. Nei, en þú sko, mér finnst bara að það að vera í algjörum forgrunni að við sinnum þessu sem sveitafélag. Ef við getum þetta ekki, þá tökum við upp umræðu viðræðu við fyrirtæki sem vilja gera þetta. Að ég held að oft í borgarmálum erum við ofta að búa til einhvern veginn meiri pólitíska svona fjallað mill okkar heldur en raunin og væntanlega erum við öll að biðja bara betri þjónustu og einhvern veginn svona bara common sense í öllu. Hversu mikið, af því að þú velur að fara í samfélkinguna, hversu mikið af prinsippum þess flokks eftir hamlaðir? Af því ég hefði á tilfinninguna að þú sért svona meira vilji bara fara í bara lausnir og óháð pólitík. Sko, það bara passar bara mjög vel við mig grunnstefna, bara jafnaðarmannastefnan. Bara þessi norræna velferðarmódel sem hefur byggt eitthvað bestu samfélög mannkynssögunar. En þetta svo vítt hugtak svo verðum við bara að reyna á. Ég veit það segir samt býsna mikið að ef maður getur hallað sér upp á hugmyndafræði sem jafnaðarmanna hugmyndafræði, að þegar við erum með sko 20% reykvingar núna af erlendu bergi brotnir og eru kannski aðeins að fara til hliðar og það ekki verið að sinna þeim, markaðurinn getur ekki beint sinnt þeim eins og við myndum vilja, þá töluverður munur á hvernig ég vil leysa mál og einhver aðrir. Kannski endurspeglast þetta í fyrirtækjaleikskólanum að við erum svona skeptískari á slíka lausn, en mér finnst aðalmálið að maður sé bara praktísk hugsandi. Sama með húsnæðismálin. Að við erum búin að keyra á einhverju sem að heitir velferðar módel og samfélkingin búin að vera þar en við erum einhvern veginn að komast í þrótt með einhverja hluti og þá spyrir maður sig sko hvað duga þessi orð til þess að hjálpa okkur bara til þess að skilja að þið ætlið að fara einhverja nýja ferskaleið, að þú hreinlega að segja við ætlum að breyta. Já. Hvernig rímar þetta við hugmyndafræðina? Já, hún rímar bara mjög vel og ég fer fram til þess að breyta. Ég hugsaði bara, ég vil fara inn. Annað sem ég sagði fyrir prófkjörið að ég óttaðist þetta innflutta menningarstríð og kannski þetta fjárhægri sem svona búið að tröllriða mörgum löndum í kringum okkur og við erum svona aðeins að daðra við á Íslandi. Ég vildi vera með eitthvað balans í þeirri umræðu. Það líka aftur pólitík, það mjög fjarrið í að vera jafnaðarmannastefna. Þú veist, það verið að tala um að inngilding sé eitthvað slæmt orð og fólk þolir ekki að tala um inngildingu og sem gæti verið okkar besta fjárfesting til framtíðar. Við ekki orðin leið bara á hugtökum? Frekar en hugmyndinni? Erum þið leið á hugtakinu? Hugtaki sem notað af einhverjum... sko. Það aðalega bara sko... Það bara farin oft hlýjan út úr þessum orðum því að þau eru orðin kerfisleg. Þú getur líka bara sagt bara taka vel utan fólk. Þá bara skilja hvað þú ert að segja en ekki eitthvað svona að tala tímin eins og okkur prófessor og svona, ég held að það sé líka smá óþol fyrir því sko. Ég verið eins og vandræði með þetta, þetta orð ekki vinsælt og þú veist, kannski það bara óflókið eða fólki við mismunandi skilning á því, en við erum bara gestir í sinu, við erum lítið samfélag, við erum góðu hvort annað. Ég held að það sé okkar styrkur. Kannski skiljið þetta betur frekar en sko orðið inngilding. Bara, það næri utanum eitthvað sko og þú veist, það til dæmis, það kemur nýtt fólk og þú veist, það fólk sem af innflytjendur sem eru síður að nota frístundastyrkin, eru síður í tónlist og tómstundum og frístund og
íþróttum og þetta geti skapa vandamál til framtíðar og ef maður vill ekki nota orðið inngilding allt í lagi, þá getur maður sagt bara þetta bara besta fjárfestingin, og kannski bara rýpa þetta fólk. Já. Við erum sammála þetta, potið, það ekkit allir sammála en sko borgin hefur gert mjög vel í þessu, það til dæmis sástu í tölum á frístundakorti að bara stúlkur af erlendum uppruna voru að nýta minnst frístundastyrkin sinn og þá var bara farið prógram í gang með það frá hendi borgarna sem mér fannst bara ótrúlega flott að það koma kannski öðru menningar heim það sem bara, þú veist, það eru stelpunir eiga að hjálpa til að heimilinu, það eru ekki að vera út í fótbolta og slíkt, en við viljum auðvitað bara standa vörðum þessa menningu okkar, það er bara allir krakkar út, sparki bolta, gera dyrauð, allt þetta skilur mér finnst það alveg fínt dæmi. Að ég var að spyrja hann út í hans pólitík og hans prinsip, ég meina Viðreisn hægri flokkur og þú nálgast alltið, þú ætlar að auka svona tækifærin og frelsið og eitthvað slíkt, en hvar liggur þetta? Ég meina að við erum með mörk á öllu og þá spyr maður sko hversu mikil hægri mannskertu, hvað viltu ganga langt bara í þessu borgarkerfi, viltu fara að skera niður til dæmis í ráðhúsinu, viltu fækka fólki bara hreinlega? Ég sko, mín fyrsta snerting af pólitík ég reyndar þegar ég skráði mig í stjórnmálafræðina en svo var ég formaður stúdentarráðs fyrir Rösku þannig að þar liggja mínar rætur sem bara félagshyggju fylking í háskólum. Ég stýrði mér sér einnig kosningabaráttu fyrir UJ áður en ég fer síðan inn í fjölmiðlana þar sem ég einhvern veginn hefur svona verið stærstan hluta minnar ævi. Ég hef fært mig aðeins nær miðju og mögulega aðeins yfir miðju með árunum og það bara, þú veist, þessi frjálslyndis hugsun sem heillar mig hjá Viðreisn og það oft talað vinstri velferð, hægri hagstjórn, mér finnst það bara Viðreisn ágætt dæmi þannig flokk. Já, við erum að passa upp á peningin en við erum að passa upp á fólkið. Mér finnst þetta bara svona, þetta hugnast mér ágætlega að nálgast hlutinu svona. En þú veist, ef við ætlum að passa upp á fólkið og við erum að tala kerfið í Reykjavíkurborg, þá finnst mér bara það búið að flækja sig í einhvern rembinút og við erum ekki lengur að passa upp á fólkið því kerfið hætt að virka fyrir fólkið. En þegar við talum kerfið, þá erum við að tala kerfið mögulega orðið dýrt, flókið og óskilvirkt og þá snýst þetta bara manneskjur sem eru kannski óörugg með sín hlutverk innan borgarinnar. Hvernig sér þau fyrir þér einhvern veginn að fara að breyta því? Við vorum nú með listakynningu í síðustu viku við í Viðreisn í Reykjavík og þar með tölu við látum svona aðeins glitta í þá pólitík sem við munum núna svona kynna frekar á næstu vikum. Þar tölum við það að þú veist, við viljum setja í fókus grunnþjónustuna og við viljum peningurinn farið þangað. Þar að því sögðu erum við að segja að við viljum losa fjármagn á þeim stöðum í borgarkerfinu þar sem að starfsfólk ekki beinni snertingu við íbúana. Hvað er þetta? Það í Ráðhúsinu og það í Borgartúninu og það bara eitthvað sem við myndum gjarnan vilja skoða til að ná einhvern veginn, við þurfum að skilja bara hvar flöskuhálsarnir eru þannig að við getum einhvern veginn lagt upp eitthvað leikplan sko. Þannig að já, við erum opin fyrir því að fara í vorhreingerningu. Þetta svo Jón Gnarr, flokksfélaginn sagði sko þegar hann var borgarstjóri að nú þurfum við að hagræða í orkuveitunni. Hann sagði orkuveitan skuldar 100 milljónir og svo hvísla á honum milljarða sérst rugglast á því. Hann sagði sko að það þurfa að hagræða, það þurfa að láta fólk fara en hann muni aldrei reka mann í appelsingulu vesti. Já, þeir sem á skóflunni, þeir sem að vinna vinnuna. Þetta svo hugsun, við höfum öll síðan þess að fréttir sko viðverustjóra og eitthvað svona alls konar, þú veist, það bara, ég held að kerfið hafi svolítið hlaðið vel utan á sig og það þarf að fara í endurskoðun þar. Sko, að því að, þú ert svona aðeins að tipla í kringum þetta. Þú sko, munun á þér og Pétur þú varst inn í Ráðhúsinu, þú varst á staðnum. Sástu mikið af fólki sem var í rauninni bara með að gera ekki neitt? Ég myndi kannski ekki orða það þannig að þessi vinnustæðar fullur af frábæru fólki, það er ekki spurningin. Að þetta viðkvæmt líka, þessi hópur að pæla í þessari pólitík og fyrir að auðvitað hafa áhyggjur. Þetta líka þessi meðvirkni að hvað með góðu, ég má ekki segja eitthvað því að þá kjósa þau mig ekki inn í þessu, þú veist, 10.000 manna umhverfi. Já, bara, við þurfum að nálgast það frá öðrum punkti. Eru hlutirnir að virka? Ef já, frábært. Ef nei, svarið nei hjá öllum frambjóðendum núna og bara það eru þannig bara straumar í borginni að vera að gera könnun eftir könnun þar sem sjá bara fólk veit bara nýtt breytingar, þú veist, aðra ástur, allt þetta.
kerfið er ekki að virka. Mér finnst augljóst að við þurfum að fara að skoða það. Ég er ekki að tala um að, það er augljóst að þessi framlínu störf gulu vestin og leikskólastarfsmenn og fólk sem er að kveiki í sundlaugunum og allt þetta. Þetta eru þessi, verkefni sem við eigum að sinna og eigum að ná utanum. Það er allt hitt. Ég satt þarna alveg marga fundi þar sem mér varst bara, ógeðslega fjölmennt, en það er bara svona, það er ekki skýrt hver með boltan, það er ekki skýrt hver með ábyrgðina, það er ekki skýrt hvert á að fara, sko. Þannig að það finnst mér vera raunverulegt vandamál og það veldur því að það eru svakalegar tafir, það er ofsalega mikill mannafli, tími og peningar sem fer forgörðum og fer til spillis og mér finnst það alvarlegt, bara svona Hagsín húsmóður finnst mér það bara mjög alvarlegt. Ég vil bara hlutinni virki. Og ég held að sé bara nánast í öllum rekstri, það skiptir ekki máli hvort þetta reka, hótel eða kaffihús, þú þarft alltaf, bara á hverjum einasta degi, þá ert að skoða gjöldin og þú ert að skoða tekjurnar. Það nú ekki margir möguleikar að auka tekjur hjá nú opinbera, það nú bara nokkuð svona fast, en við getum skoðað gjaldahliðina og svo það þannig að Reykjavíkurborg hefur verið í gríðarlegum vexti, við höfum byggt mikið og við höfum stækkað ört og hratt og það búið að bæta við fólki og þegar bara fyrirtæki í vexti að þá kemur eitthvað svona lag af stjórnendum. Bara Eimskip að kaupa nýjan flota og þá eru 30 ráðunir til þess að koma þessu að. Síðan þegar flotin komin af stað, þá eru kannski 2 látnir fara, ef nokkur. Þeir halda áfram að vinna, alveg að vinna sína vinnu. Síðan keypt gámar og það nýtt lag af, og þetta það sem hefur gerst hjá Reykjavíkurborg, alveg örugglega, allt þetta fólk að vinna sína vinnu. En það getur búið til flækjustig. Það eru of margir sem eru bak við hver einasta ákvörðun, fólk fría sig aðeins ábyrgð, þannig ég held að þetta sé eitthvað sem hægt að skoða verulega. Það óeðlilega hátt, ekki óeðlilega hátt, það hærra hlutfall millistjórnenda hjá Reykjavíkurborg heldur en öðrum sveitarfélögum og það til dæmis einn mælikvarði á þetta. Ok, bara með borgarfyrirtæki, ég meina það snarlega hægt að fækka helming starfsmanna bara með því að selja öll fyrirtæki í eigu borgarinnar. Hvaða fyrirtæki af þeim væru þið til í að selja? Ég meina Malbikunarstöð. Já, Viðreisn hefur lengi barist fyrir því að Malbikunarstöðin hefði það verið seld. Ég voru svo lánað að sjá að Perlan var seld, að mér varst það bara svona ekta gott dæmi að þetta bara náttúrulega æðislega söguleg bygging og allt það, nú kom bara svona framúrskarandi þjónustaðna, þetta þú getur farið onni í jörðina einhvern eldgíg og eitthvað svaka, ég kann ekki segja frá þessu. Þetta ekki kjarnaverkefni Reykjavíkurborgar. Punktur, seljum þetta. Eitt varðandi þarna því við vorum aðeins að tala um gjöld og tekjur. Mér finnst það rosalega óeðlilegt ef að útsvarið, eins og staðan núna, þá útsvarstekjur, það eru svo langt frá því að ná yfir svona lykilgjöld og lykilrekstur á borginni. Við erum háð lóðagjöldum, við erum háð einskiptissölum og perlinu, við erum háð arðgreiðslum frá orkuveitunni. Þannig við ráðum ekki við, skilurðu, þennan basic debit og credit reikning. Það alvarlegt og það má ekki vera þannig til langs tíma. En það eina sem að menn hafi gert að sækja bara meiri tekjur á orkuveitunni sem að eru að koma úr buddunni hjá fólki. Þannig að það var allt hækka náttúrulega gjaldskráin og hækka núna bara svakalega munur að lesa þetta í heimabankanum núna, Nákvæmlega, þannig að mann finnst svona pínlítið verið að svindla og þá kalla maður á það að reksturinn verið betri, skýrari, einfaldari og jafnvel að fækka verkefnum. Bara þú að koma inn í þetta rekstrar umhverfi, sérðu þetta fyrir þér einhvern veginn, hvar þú bara sér tækifæri til að einfalda þetta? Ertu komin þangað? Nei, ekki alveg. Ég hef búin að skoða reikningana og það dálítið áhugavert að reikningar borgarinnar eru frekar heilbrigðir. Við erum með fínt lánshæfismat, það mjög gott AA3 sem bara við fáum mjög góða lánskjöruna. Það þá markaðurinn sem að meta hvernig staða Reykjavíkurborgar skuldastaðan ekki slæm en auðvitað hægt, ef það eru fleiri millistjórnir heldur en í öðrum sveitafélögum væri hægt að skýra það eflaust út einhvern veginn, hvort að selja eitthvað fyrirtæki eigu Reykjavíkurborgar, það ég sammála með Perluna og eitthvað sem hefur ekkert með okkar svona kjör eða okkar svona grunn þjónustu að gera, þá það bara algjörlega sjálfsagt. Ég veit að hefur verið nefnt að selja ljósleiðaran eða Carbfix eða eitthvað út úr orkuveitunni, Malbikunarstöðina,
Af þessum fyrirtækjum þá kannski malbikastöðin kannski svona eðlilegast, það ekki grunnþjónusta, hins vegar skilst mér að það væri ekki að fá gott verð akkurat núna. Ekki viljút, hann hefur bara droppað og líka sko. En það grunnþjónusta sem sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðið þarf að hafa og ekki síst núna þegar það er svona óöryggi í heiminum sko. Út all land sko, þannig að borginni kannski að vesennast í einhverju business sem að... Já, akkurat. En svo að því að við erum að nefna þetta Malbikastöðina, hún liggur náttúrulega alltaf svolítið vel við höggi, en svo það hitta náttúrulega Reykjavíkurborg Malbika fyrir 100 milljóna á hverju ári, þannig að mögulega efnahagslega sniðugt að eiga þetta frekar en þá að vera, þú veist, að kaupa þetta. Það mættu kaupa snjómokstuvélar aftur. Já, en þú veist, þetta bara þessi balans, ég ekki með þetta í dítilum núna, sko, en þetta alltaf, þú þarft alltaf að skoða þetta, byrju, ég þá að fara bara í verktöku með allt þetta, hvað kostar það, þú þarft bara svolítið að skoða tölurnar og ég er fylgjandi þessu líka og þarft að vera alltaf svona aktífi, bara að skoða, bara herðu, við byrjum með þetta verkefni fyrir 5 árum, bara, það enn að þjóna sínu hlutverki, það enn að virka, við enn með 3 starfsmenn en byrju ekkert output og, eigum kannski bara taka pásu, eigum kannski að hætta, Í vor, gefum okkur bara að það veri svona sambærileg staða uppi og fyndist þér svona forgangsmál að viðhalda sama meirihlutu en núna? Nei. Það enga veginn finnst mér það eitthvað forgangsmál. Það ekki búið að sýna spilin. Við erum ekki búin að kynna okkar áherslur eða stefnumál og það Björg og það ekki heldur búin að gera og enginn hefur gert. Auðvitað mun alltaf snúast hvernig getur við sinnt þjónustu við Reykvíkinga best, hvernig getur við breytt þannig að Reykvíkingur líði betur, þannig að þeir fái traust á borgarstjórn aftur og ég mun alltaf láta það vera í forgrunni. En enga síður, þú ert í meirihluta með og Heiða Björg sem borgarstjóri, hún hefur búið til þennan meirihluta með sósíalistum og vinstri grænum og pírötum og þá hugsa maður með sér sko, getur vel verið að þú heillist í einhverjar aðrar áttir, en samfylkingin sem slík, vill hún ekki viðhalda þessu meirihluta? Ertu að segja mér að ég held að hún sé ekki til í það? Hún sé ekki til í það ef að tækifæri gefst að halda þessu meirihluta? Þú veist hvernig þetta virkar. Ég fyrirlið núna þessa hóps. Ég held að skipti býsna miklu máli hvað mér finnist að lokum. Eftir kjördag 16. maí þá mun komi ljós hverjir verða með annarkvæmt svartapétur eða verður með svona umboði til þess að byrja að ræða meirihluta og það bara ómögulegt fyrir mig að segja núna á þessum tíma hvert hugurinn leitar. En segðu mig, þegar þú horfir á þetta, vegna þess að þú búin að sjá til dæmis málflutning sjálfstæðismanna og það nú eitthvað að kvarnast úr þeim hópi sem að gangi yfir til miðflokksins. Þannig að þá hugsa maður, einhvern veginn, þetta slípast þannig að Samfylking og sjálfstæðisflokkur gæti jafnvel falliðist í faðma? Björg myndi ekki vilja heyra þetta, sko. Segðu mér. Nei, sko, þannig ég sé bara algjörlega heiðarlegur. Ég þekki Hildi mjög vel og ég þekki margt fólk á listanum þar og mér finnst listin lítið öðru út núna heldur en gerði áður. Mér finnst, sko, með hvernig þau hafa talað hingað til, mér finnst það ólíklegt að það verði niðurstaðan. Eins og Hildur hefur talað eða þeir sem að yfirgefa sko, bæði og kannski hinn í flokkarnir líka. Þú byrjuðu podcast að tala hvernig Framsókn hefur talað og ef þau inni þá eru búin að segja að þau vil ekki vera með samfylkingunni og það bara gott og vel að það ágætt að fólk viti það, sko. Þó mér finnst það skrítið á þess að hafa séð málefnin. Þá ég bara að segja, er þetta svona síðasti flokkur eins og þú myndir leita til, sjálfstæðisflokkurinn? En þess að þetta hefur alltaf einhvern veginn verið snúist að halda annarkvæmt samfylkingunni frá völdum eða sjálfstæði frá völdum. Mér finnst nú, sko, það eru aðri flokkar sem eru ólíklegri, verð ég að segja. Eins og? Nei, ég bara geng algjörlega, nú tekið alveg klassískt, bara óbundin til kostninga og ég geri það. Ég verð bara að fá að skoða hvar væri eitthvað grundvöllur. Við erum með ákveðna stefnu og við erum með ákveðna sýn og við höfum ekki gleyma því sýn á borgina. Við vorum að tala um áðan, sko, daglega lífið. Við þurfum einhvern veginn að létta fólki daglega lífið og besta pólitíkin þegar fólki ekkert að hugsa um okkur.
þá bara að vera að taka ruslið og börnin komast í skólan og svoleiðis, ekkert mál. En svo það bara sýn, hvernig borg viljum við hafa? Þú veist, við erum stolt, ég mjög stoltur af Reykjavík að þessi menningaborg og listaborg og íþróttaborg að það haldi áfram. Þú veist, það verður gaman líka, það getur ekki allt verið eitthvað steypa, sko. Ég get tekið undir það. Já. Björg, Já. Spilum saman leik með þér. Sko, ef Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og mögulega Framsókn leita til þín og þú væri lykilmanneskja eða sá meirihluti núna hugnastir betur. Sko ég heyri svolítið annan tón í þessum fyrirliða en þeim sem nú borgarstjóri. Mér þykir það áhugavert. Ég verð nú bara viðurkenna það. Við höfum ekki séð á spilin. Þú ert aðeins að falla fyrir Pétri. Ég sagði það ekki, Þórhallur. Og Samfylkingunni. Ég skynja annan tón, en ég átta mig ekki alveg á því hvað Heiðu finnst það, því hún auðvitað þarna númer 2, ég svona á aðeins eftir að sjá það. Það Róbert Ragnarsson. Já. Ég veit ekki hvað hann stendur, sko. Hann ekki sitandi borgarstjóri, sko, og hefur ekki haft mótandi áhrif á Reykjavík síðustu, sko, áratugi. En það sem ég heyrist að Pétur sé að segja okkur, Heiða hefur ekkert með þetta að segja, ég stýri þessu, þannig að þá spyr ég þig á móti. Þórhallur. Miðað við það sem við höfum verið að ræða og þið eru að koma sem 2 nýir feskir aðilar að þessu og þá erum við bara að kasta allir í fortíð í burtu. Hvað segirðu með það? Sko mér finnst, þú veist, að ég veit ekki líka ókslega svona klassískt svar, ekkert neina svara sér ekki, en máli samt bara það að Reykvíkingar ráða ferðinni. Þeir segja okkur hvert skal haldið 16. maí og mér finnst það líka ábyrgðar hlutverk að við hlustum á þau skilaboð en séum ekki hér eitthvað, ég ætla að mynda meirihluta með þér og þér. Ég hef ekki hugmynd hvort ég kemst inn, ég hef ekki hugmynd hvað, þú veist, fólkið að núti að fara að segja mér núna næstu vikur. Mér finnst líka alveg smá svona, eitthvað svona egocentrist að sita hér og ætla einhvern veginn að fara að mynda eitthvað meirihluta. Ég ætla bara ekkert að svara þessu með afgerandi hætti, heldur sjá hvað gerist í málefnunum og sjá hvað gerist í dýnamikinu og málefnunum. Við eigum enn eftir 8 gráði hvað fólk að fara að leggja á borðið í raun og veru. En það ekki svo langt á milli flokka. Við hljótum að geta svona... Bilið mjög stutt og mér fannst það oft bara svolítið fyndið að sitja inn í borgarstjórnarsalnum margra klukkutíma þvælu umræður bara eitthvað svona, ég bara svona þið eru öll sammála, sko. Akkur eru þið ekki bara, akkur eru þið ekki bara að keyra á hluti og vinna verkin og hætta að sóa þessum tíma. 70-80% mála fara bara í gegn og það eru allir sammála. Ég ætla bara að fá að segja eitt hérna og mér fannst skilja aðeins hérna með Heiðu dálítið svona ósanngjarnt. Nei, ég var aðeins að segja bara, mér finnst eins og þú sért að láta alla vita, hættið að pæla í Heiðu. Við endum á hana, hún bara skiptir einhver máli með dálítið ósanngjarnt. Sko, Heiða búin að vera borgarfulltrúi í mörg ár og hún var númer 2 hjá Degi og svo verður Einar Þorsteinsson borgarstjóri og það fór eins og það fór og hún myndar meirihluta og það valla ár síðan hún það er ár síðan það er rúmt ár ég man aðeins eftir þessum Degi akkurat varst þú atvinnulaus þá? Já, ég var atvinnulaus þá í smá tíma en hefur nú verið sjálfstæðsstarfandi lengi en sko þú veist, hún þá í bara erfiðri stöðu og hún myndar meirihluta og það hefur ekki verið eitthvað svona brjálu læti yfir þessu meirihluta, þú veist, að mörguleiti hefur hún staðið sér vel hún var áður en hún varð borgarstjóri þá var hún að vinna mjög mikið í velferðarmálum og með kannski fólki sem hefur það svona í viðkvæmastri stöðu bara í Reykjavík, mjög mikið gleyma því við erum með heimilislaust fólk og fólk sem með fjölþættamvanda og unglingar með fjölþættamvanda og þetta var hún beitti sér vel þarna og við höfum ekki gleyma því að sko, það ójöfnuður að aukast í samfélaginu og við megum ekki gleyma þessum hópi sem hún var svo góð í. Þú hægri mannskjan ert að gleyma þessum hópi, viðkomasta hópi. Nei, ég var að tala ég ætla að passa fólki og passa peningin. Mér finnst falið inn í því að passa viðkvæma hópana 100%. En að því hún nefnir þetta, þú veist, fólk sem bara í veikri stöðu og jaðrinum og þarf mestu þjónustuna frá sveitarfélaginu, við höfum auðvitað að gera það með miklum sóma. Ég vil samt taka fram og aftur förum við í leikbók Jóns Gnarr sem vildi setja tollahlið hérna frá Seltjarnarnesi inn í Reykjavíkurborg vegna þess að Seltirningar keyrðu bara alltaf inn í Reykjavík og notuðu alltaf innviðina og félagsþjónustuna og annað og klettaskóla og hvað þetta allt heitir og fóru svo bara heim til svona sofu vært. En við erum höfuborg. Það á hverjum degi koma 40.000 manns. Ég veit það. Það er 40.000 manns sem koma á hverjum degi og vinna inn í Reykjavík.
og við erum höfuðborg og Já, við en að ég- vera stór og fagna því. Það er eitt, 100%, en ég vil samt fá að segja, mér finnst mjög eðlilegt að sveitafélagin í kringum okkur séu að styðja það verkefni að byggja félagslega Já, íbúður, vera en- með almennilega sérskóla og svo fram eftir göttunum. Við eigum ekki ein að bara, kofvera þetta allt. Það eiga fleiri að vera með þessa Akkurat. hugsun hjá sér. Við erum Það alveg í eru- sérstöðu með þetta. það eru Við erum í gennum tíðina þá höfum við talað leikskólamál og við höfum talað alls konar framkvæmdir og sundabraut og eitthvað, það er búið að ræða það í 30 ár. Nei, sko, rúmlega 50. Ég fletti Er það? ekki upp á tímaritum 86 daginn. eða eitthvað? Ég sá fyrstu greinina Sundabraut, það var held í 51 ár síðan. Ég er ekki einu svona grínast. hugsaðu. Já. Og þetta verður svona endurtekin kosningalófvörð og ný kynslóð er alltaf einhvern veginn að Já. frábært, spennandi þessi sundabraut og allir sem eru konið um miða aldrei bara, já, Miklabraut stokk, ég elskaði það verkefni sérstaklega því að það gerðist ekkert í því. Sko, bara eins og með íþróttamannvirki, bara eins og með þjóðarleikvangur og þjóðarhöll, þú þekkir það loforð og það er búið að halda 11 blaðamannafundi að kynna þetta. Þú veist, af hverju, og það er kannski þetta vantraust gagnvart pólitíkinni, þið lofið að þið ráðið svo ekkert við þetta. Hvað segir þetta? Sko, ég er svo sammála. Ég þekki þjóðar leikvangsmáli mjög vel. Var frá 2014-15 til 2018 í svona fórustu því verkefni, svona verkefnastjóri, sem enda að við skilum á okkur 2018, 1. apríl, þar sem stofnað nýtt félag, þar sem Reykjavíkurborg og ríkið taka höndum saman og ætla að fara í útboð. Það er svona build and design, þú veist, það er búið að forhanna allt, þá átti bara að fara af stað. En þarna var aðeins flækindi, það var samfylkingin við borgina og sjálfstæðisflokkurinn að semja fyrir ríkið og það fólk náði ekki alveg saman og síðan bara gerist ekki neitt. Við megum ekki gleyma, bara til þess að vera sanngjörn í öllu svona málum, þetta pirrar mig mikið sko, að það kemur COVID og það kemur í stríð í Úkraínu og það hækka vexti. Við megum ekki alveg vera ósanngjarnt gagnvart þeim sem hafa ráðið hvort sem það er ríkið að borginni. En við skulum ekki gleyma að Færeyingar gerðu helviti mikið í COVID líka. Ég elska hvernig Færeyingar er að keyra á hlutina. Mér finnst það til fyrirmyndar. Lærum af þeim. Nei, þetta eru sko þetta eru pólitískar ákvarðanir sem bara eru klikka og mér finnst í rauninni algjör skandal, tala það að vera stolt af höfuborginni og við eigum að vera höfuborg. Auðvitað eigum að vera með þjóðarhöll í handbolta, þjóðar íþrótt nánast og nú er körfuboltinn að vera stór og fimmleikarnir stóru. Við eigum að vera með alvöru, ef við tökum okkur alvarlega þá verðum við að hafa þetta. Við lítum til Færeyja og auðvitað að vera með þjóðarleikvang líka. Þetta á bara að vera í algjörum forgrunni finnst mér. En það hvíldi alltaf á ykkur einmitt að fylgja svona málum eftir og þessi loforð að því að þetta hljómar allt sem þið segið er bara mjög skynsamt, þið eru mjög velgefna manneskjur og flottar en svo reynir á í alvöru einhvern veginn að er þið alveg sannfærð að þið getið það sem þið viljið. Þú þekkir þetta kerfi. Ertu sannfærð að ná því? Þegar ég hugsa topp 10 listan hjá Viðreisn, bara sem ég er núna bara, ég er með þeim bara allan daginn og bara spjalla við þau alltaf og það bara fyrsta sem ég ger er bara eitthvað, þetta er bara, það fyllir mig trú og bjartsýni út af því að ég veit að ég mun snappa og ég mun missa þolinmæðina þegar 17. blaðamannafundurinn hitti að þetta og meðan bíða börnin í Laugardal eftir íþróttaaðstöð. Ég er hræðilegt að heyra þessar sögur. Já, það er körfuboltaæfing í þessum skóla, svo fer þangað í næstu viku, þangað, það er ekki æfing núna í 2 vikur því það er mót og maður er bara svona, fyrirgefðu, hvað er í gangi hérna? En þegar ég horfa á þetta lið sem ætlar að gera þetta með mér, þá er ég bara þetta er málið, þetta er samstæður hópur sem við ætlum bara að vinna sem einmanneskja, einn hugur, vera með skýrstefnumál og við ætlum bara að fara í vinnuna og þegar ég bara, lítið hliðar og sé þetta lið með mig þá bara, já, við getum gert þetta. Og þú upplifir þitt lið svona? Já, heldur betur. Bæði bara svona ungt og svona, fólk sem er tilbúið í þetta og svo bara töluvert og mikil reynsla. Rosalega ánægður að fá Regínu þarna með okkur. Já, hún er mjög sterk. Hún er sko fyrir utan hún er bara yndisleg og góð manneskja og svona þægileg þá er hún algjör negla sko, hún ætla að vera í bæjastur í Mosfellsbæ og yfir náttúrulega velferðarsvið borgarinnar og borgarritari, hún hefur nú alveg haft
haft sitt að Ég veit segja um að- uppbyggingu kerfisins Já, líka, sko. akkurat. Já, sem embættismaður, sko. Og, Já. og það er mjög þægilt finnst mér að hafa hann og vinna með henni. Og svo erum við með á listanum líka lengra niður sem munum alveg hjálpa okkur að vera með. Sem er fólk sem hefur verið bara vakandi og sofandi yfir ákveðnum málefni. Þú veist, hvort sem það eru föllunamál eða fólk í viðkvæmustri stöðunni með batahúsið og ég bara fíla það að maður getur leitað inn í hópinn. Ég hef mikla trú á því að þau málefni sem við setjum á laggirnar, það verður mál sem við keyrum á og klárum. Og ég er alveg samfærður um það. Svo aftur bara við á einhverjum tímapunkti þá þarf maður að setjast niður með öðrum flokkum og þess vegna er svo fáralt núna einhvern veginn að segja að maður get ekki unni með einhverjum aðilum en þess að ef við komum okkur saman um einhver ákveðin málefni þá skiptir ekki alveg öllu máli hvaða flokku það er. Nei, ég upplifa það að þið séu orðin skotin hvort þið eru í pólitískum skilningi. Fyrirgefðu ekkert. Þú aðeins að túlka svona, nú túlkar en það er alltaf lagi. Aftúlkaðu þá. Nei, ég Nei, er þið bara... eruð opin fyrir þetta. Já, það er ekki annað hægt á þessum tímapunkti, en mér langar samt að segja því að hann fekk aðeins að tala um sinn framboðslista meira. Sko, við erum í þeirri sérstöðu að við erum með fersk augu á verkefnin. Við erum ekki atvinnupólitíkusar, við erum bara venjulegt fólk, bara reiðir foreldrar, alls konar, fólk sem hefur verið að stofna fyrirtæki, díla við kerfið, áfullt af börnum, hefur þurft að bara gera alls konar, það er kona á lista hjá mér sem hefur verið að standa vaktir í Laugardalnum vegna þess að það er ekki gangbraut þarna milli nýja skólaþorpsins og Laugarnesskóla. Þú veist, bara svona, við erum með alls konar svona fólk sem hefur sameinað sveitarfélög, gert bara hitt og þetta. Þannig að mér finnst það rosalegur akkurat, bara fólk sem kann að vinna þú veist, og hefur gert eitthvað. Ég er mjög spenntur fyrir þessum kosningum og líka þessari endurnýjun og kannski mikið af fólki sem einhvern veginn að koma í þetta alltið af heilum hug og einhvern veginn vilja þjónusta sem best, þannig að ég bara gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk fyrir.